dag? Það var ýmislegt. Líklega sóknarleikurinn. Gerum ekki nema 22 mörk og gerum 20 mörk síðasta leik. Við þurfum bara að skora fleiri mörk og við þurfum bara að leggjast í svolítið vinnu við það. Okkur vantar kannski, eins og í dag, Jedda var ekki góð og ég vilja fá meiri svona framlag frá öðrum leikmannum heldur en Símonum. Hún var svo eina sem kannski var á pari í dag. Eins og segi, Símona skoraði meir en helming mark ykkar í fyrri hálfleik. Já, það segir kannski svolítið til erfiðleikana sem við vorum í. Og hún miðjumaður á upplagi og ekki skytta og við erum með náttúrulega Rakel fyrir utan og hún bara ung og bráð efnileg stelpa en var óöfn í dag með bæði sendingar og skot og við þurfum framlag frá öllum á móti svona liði eins og HK, Stjörnunni, þá verða allar að stíga upp og mæta tilbúinarleikinn. Þú lítur að vera gríðarlega sáttur með að fá Ester Óskarsdóttur aftur inn í hópinn. Það mun breyta okkar leik töluvert og hún gefur mér mikla reynslu og ákefð inn í þetta og ef hún kemur sér í það stand sem hún var í fyrra þá er það klárlega leikmaður sem okkur minnar hellingu hún var valin í A-landsliði í fyrra og þarf bara að koma sér í það stand. Ertu bjartsýnn á framhaldi? Já, við lögðum upp með það markmið að vera í 3. sæti og við erum í 3. sæti. Við hefðum svona getað stigið stórskref í að koma okkur í góða stöðu en með þessu tapi þá minnkar Stjarnan þetta niður í 3 stig og HK getur minnkað þetta niður í 1 stig þannig að það verða bara hörkuleikir framundan. Takk hjálpa fyrir.